Það eru vangaveltur dæmi eða æfingu í kafla 3.2, númer 2. Það sem við að sýna eða athuga hvort að þessir þríhyrningar 2 allavega gefnir, hvernig svona var þetta, sem eru gefnir, eða við má skoða þá, og 1 eru þeir einslag og 2 eru þeir eru þeir eins móta, þannig að heyrist í mér. Og fyrsta hugmyndin hlýtur einhvern veginn að vera, hvað þýðir þetta? Og þetta hérna táknmál, bara rifjum það upp, þar sem að hliðarlengdir þríhyrnings eru skráðir, það má aðeins nota það ef hann er réttindur, þannig að þetta eru báðar jöfnur Pýþagórasar. Þannig að ef hann er réttindur, þá gildir jafnan ferningssumuna og öfugt. Ef ferningssuman er sönn, þá er hann réttindur. Þannig að þetta þýðir þetta hérna. Ef hann var ekki réttindur, þá þurfum við að taka þýðningin og setja hann þarna í fót. Þá gildir þessi jafna ekki. Eða enn frekar, þá er þetta ekki það sama. Nú, það er svona rétt þess að rifja upp hvað það stendur fyrir. En þetta hérna þýðir við réttindan þýðning, hann er skammhliðar A og B og langhlið C. Þess að við skulum bara teikna hann upp. Þetta er þessi A, og B er svolítið lengri en hér. Og þetta er C. Og hinn, þýðningurinn, sem er gefinn, hann er lárétta hlið B, lóðrétta hlið A, pennin er að þarna kjark, þá skulum við bara ræða okkur í gegnum það sem ég ætla að skrifa. Ég á að teikna núna upp lárétta hlið B, lóðrétta hlið A og langhlið C. Og síðan þarf ég að nota skilgreiningu á einslögum fyrir þríhyrninga. Þá var ég að fletta í bókunum. Hver er skilgreiningin, hvað þarf að vera uppfyllt til þess að maður megi segja að 2 þríhyrningar sé einslag? Það er nú að ég geta skrifað B, A, C. Þannig að eru uppfyllt náttúrulega sömu jöfn. A, jöfn. Svona, það var að sé. Þannig ef við teiknum þennan, þá bara snúa hinum. Þetta er B, þetta er A og hérna er þetta er A og þetta er B og þetta er C. Og þegar við flettum skilgreiningunni á einslögun, þá höfum þannig fyrir þríhyrninga að ef það fyrir sérhvert horn í öðrum þeirra, maður finnur sömu stærð horn í hinum, þá er það einslaga. Og þá gildir náttúrulega sérilagi sléttu þríhyrninga, það er nóg að finna 2 horn. Þeir eru báðir rétthendir, þannig að við skulum dempa inn einu horni. Við skulum kalla þetta horn hérna bara alfa. Það er, við getum hugsað svona ef við viljum, að kósínus af alfa er B á móti C. Og ég get fundið það horn hérna í þessum. Þá eru þið með 2 horn eins. Veistu hvað stýrir þetta alveg sama talan? Ef ég segi nú kósínus svona. Og þar með er þriðja hornið eins og maður taknar það oft bara með svona
einhverju merkingu, það fyllihornið. Alfa plus alfa mert 90 gráður. Og þannig að við getum svarað ílið bara í orðum, því að þeir hafa nákvæmlega sömu horn. Eða farið beint í skilgreiningunni og skrifa beint upp þetta fyrir. Það grunnskilgreining fyrir einstæða þríhyrningar. En þeir eru einsmóta. Það þýðir að þeir þurfa að vera eins í laginu eða einslaga og hafa sama flatarmál. Það skilgreiningin. Þannig að þetta var svar við 1, hvernig svörum við 2 og þá verðum við að kíkja í skilgreiningin. Það náttúrulega næstu því augljóst að við getum lyft þeim báðum upp úr sléttunni og sett á hon í mót að þið falli sama móti. Þessi hérna þekur þann efri og svo efri þekur þann neðri. Þannig að þeir hafa sama flatarmál. En við getum líka bara að reikna það. Ef þetta er þríhyrningur 1 og þetta er þríhyrningur 2, þá er flatarmál þríhyrnings 1, það er grunnlína sem hæð 22 og svo þurfum við bara að spá ykkur flatarmál hins og einhvern veginn að klára málið. Svona, segja þetta gott. Stopp. Þarna er þetta.